It's time. Já, loksins. Oh my god. Við erum búnar með Heated Rivalry. Rivalry. Það ekkert eðlilega erfitt að bera þetta fram. Akkur þetta svona óþjált fyrir okkur? Reynið þetta heima. Rivalry. Heated rivalry. 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 Já. Við erum betri núna. Miklu betri en við vorum bara Rivalry. Rivalry. Akkur þetta svona óþjált. Herru, þetta nútíma Rómeó og Júlíett. Án gríns, Forbidden Love. Án gríns. Oh. Við bara, við tókum bókina og svo tókum við náttúrulega þættina líka, þannig að við erum að fara að ræða bæði. Og við vorum bara í gær að klára þættina og vorum bara, þetta the nútíma Forbidden Love. Það alveg rétt. Það hárrétt, sko. Ég nú veit ekki alveg sög á Rómeó og Júlíu, it's been a while, þú veist, en bara einn var fótökur og ekki hinn og eitthvað svona. Já, einmitt. Fýt nætt og hinn ekki. Það löngu búið. Já. Það ekkert svoleiðis í heiminum í dag. Örugglega eitthvað stærri í heiminum, já, sko. Já, en svona, að mestu leyti ekki. Já, ekki kannski í vestrænum heimi. Nei, þú veist, núna mega alveg svona allir vera saman, en þarna, líka má bara segja það að þessi bók þessi bók, sem náttúrulega gerir kjölfar á þáttana, skilur, bara búin að breyta mjög miklu. Mjög miklu? Já. Búin að opna augun á mjög mörgum. Einmitt. Dásamlegt. Einmitt. Og nú vonum við bara að fleiri íþróttagreinar fara að taka þetta til fyrirmyndar. Einmitt. Heldur en bara hockeyið. Já. Þannig að þú veist að hockey náttúrulega gerði þetta ekkert sjálfur, skilur, en það var einn sem kom út í kjölfar þáttanum. Já. Alvöru hockeyplayer. Það rosalegt. Já. Hann var inspired by it og mér finnst það svo gorgeous. Já, þá finnst mér bókin vera bara söguleg. Það bara 100%. Bara, hvað heitir hún, Rebecca Reed, hún bara, þú veist. Já, she made history. Já. Þessi little bit. Já, what a fucking queen, sko. Þetta rosalegt. Já. En þú veist, hvernig náttúrulega þessi þættir kom út og þess vegna byrjuðum við að heyra umtalið þessa bók. Við höfum kannski ekki endilega dott inn á. Nei, ég var búin að sjá hana storytella alveg frekar ofalega, sko. Örugglega því þættinni voru að koma. Örugglega, jú. En þú veist, ég sá maður bara því að við vorum nýlega búin með hana Icebreaker sem líka hockey skater romance. Einmitt. Og vorum byrjað að koma inn á hockey aðeins. Og þá maður ég horfði á þetta, þetta alltaf með svona teiknu myndum, skilur. Og það maður alltaf, já, þetta eitthvað annað hockey sem gerðinlega vinsælt. Já. En nei, ég hef aldrei fattað það. Nei. Ég fattaði að það ekki fattað heldur þetta væri eitthvað svona gay dæmi, skilur, eitthvað fun, sko. Ekki neitt, sko. Nei. Af öllum bókum sem við höfum lesið, sem nú orðnar helviti margar, ég veit ekki hvað eru margar, en þú veist, það orðnar dágóð summa sem við komum með, sko. Þetta dónalegasta bók. Finnst það? Já. Já. Mér finnst þetta meira heldur en Twisted, Games, já. Já, hún svona meira, sko, lýsingarnar eru dítilari, finnst mér. Já, mér finnst það var líka mjög dítilari Twisted Games, sko. Já. Þetta bara að gleyma því, kannski. Já, það gæti verið, en mér finnst samt svona, þú veist, kannski þetta líka bara því að þetta kynlíf sem ég ekki vön að hafa, þannig að kannski líka það, að ég svona, ég hef aldrei heyrt þetta term eða eitthvað þannig. Eða POV eða whatever, skilur. En mér fannst þetta ég var svona, en sko, þið náttúrulega öll sem eru hér, þeir eru búin að hlusta og horfa. En þannig að you guys know, en ég var bara, ég sett hennar stað, það var að keyra í bílnum, svo var ég bara, við erum byrjuð, hún sko svona. Hún ég held að það var 7 mínútur. Inn í sögunni, þú veist, og svo fer hún tilbaka. Já. Það var ekki þannig í þáttunum. Það byrjaði bara réttir tímalínu. Já. Bókinu þá fyrir við beint inn í bara einmitt. Þannig ég var bara Ég verð samt að segja að mér finnst þetta bara einn besta rómansbók sem við hefum lesið, sko. Þetta mjög góð rómansbók. Það er svo mikið, þú veist, mikið tilgangur í þessu, þú veist, svo mikilvægt. Já. Þannig þetta bara besta rómansbóki sem við hefum lesið. Ég segi þetta söguleg rómansbók. Þetta nútíma bara 100%. Þetta æðisleg bók. Þetta að breyta heiminum. Þá þetta alltaf besta, sko. En hún var líka skemmtileg. Já, mjög. Það var ekki partur af þessari bók sem var leiðileg. Nei. Bara skemmtileg tímalínan, skemmtileg karakterar. Já. Þú veist, það var náttúrulega hockey smött, skilur, og það var líka samt, þú veist, ást og umhyggja og, þú veist, svona fallegt masculinity, skilur. Já. Svona góð karlmennska, veistu hvað ég meina? Já, það var það. Hvernig mér finnst svona. Og líka auka karakternir, þú veist, þeir voru svo ótrúlega, þú veist, þeir voru kannski ekki endilega gett margir, en þú veist, þeir auka karakter sem að voru líka allir með, þú veist, svona sinn tilgang, þú veist, foreldrar Shane voru bara með sinn tilgang í síðan, sem við sjáum þá svo bara í enda bókarinnar, hvað þau eru opin fyrir þessu og taka vel í, þú veist, sem að
sem hlustandi að því maður var orðinn svo ógeðslega bara invested í þeirra ástarsögu og maður svo, oh my god, please takk ég vil maður var stressaður, sko þannig að maður sér það að allir, þú veist, þau voru svona bara venjulegir foreldrar, þú veist, innan gæslappa og þá vissi maður aldrei í hvor fótinn þetta myndi fara. Ég myndi líka alveg svona íþróttaforeldrar íþróttaforeldrar kannski með svona ákveðna pressur á X, Y, and Z hluti, sko. Já, þú veist, hann engabarnið þeirra að mér skildist að koma þann aldrei fram að nætti eitthvað systkini. Held að var í bókinu tekið fram að hann væri engabarn. Já, minni það. Þú veist, og þá þetta svona, oh my god, please, verða að taka vel í þetta því að þú veist, hann ykkar allt og þeir eru hans allt, skilurðu. Að því hann tala svo vel foreldra sína og maður svona þannig að þau áttu gett stóran, þú veist, part í líka bara þú veist, af sögun af samfélaginu, hvernig, þú veist, fólk á að taka í svona hluti, eða skilur þú veist, það svo ógeðslega og svo vorum við með auka karakterina, þú veist, liðakarakterina Rósanoff megin og þú veist, þeir ekki móttökulegir, skilur önnur menning. Já. Hann að þú veist, þetta var alveg, þetta var ótrúlega góð bók. Hún alveg 9,5 tími. Já. Hún hefði alveg mátt vera lengur. Já. En ég held að sé önnur, sko, þeirra sögu. Já, það. Já, ég held að sé framhald. Já, mér heyrðist líka að vera eitthvað að tala season 2. Já, hún heitir eitthvað, ég ætla að tjekka. Já. Þetta er alltaf sería sem heitir Game Changers. Og mér minnir að það sé 4 bækur eða eitthvað og þeir eiga 2. Shane og Elia. Já. Getum við ekki sagt neitt. Elia. Já, Game Changer, svo kemur Heated Rivalry. Get ekki sagt það. Nei, ok, svo kemur Tough Guy, Common Goal, Role Model, The Long Game og Unrivaled. Ég held að þetta sé þeir. Já, þeir eru seinastu bókin. Þeir eru saman í liði. Já, og þá eru þeir Unrivaled. Oh my god. Þannig að mér langar alveg að lesa hana. En hún er ekki komin inn á Storytel strax. Hún kemur 29. september. Örglega í kringum þá ef það er að koma önnur sería. Já, af því að þeir eru búin að segja bara season 2. Já. Þannig að, já, þú veist að hún endaði alveg smá svona, þú veist, endurinn í bókinni er meiri. Já, hann er meiri. Það gefur okkur meira closure, skilur, heldur en í þáttunum. Það heyrum við 100%. Þá komið, þú veist, þeir setja út planið með, góðgerðarsamtökin. Skólan og eitthvað, En já, þetta er svona gaf smá cliffhanger, sko. Já, þetta gerði það. Já, en þannig var maður alveg sattur. Já, maður alveg settur, en þú veist, eins og það var svona í bókinni, þú veist, eins og þegar hann var eitthvað að tala hann Shane Brooks, já, ég hef verið líka með öðru manni og eitthvað svona, þegar ég var í Mexíkó og eitthvað svona, maður bara svona, byttu, við heyrðum aldrei af því. Kom það í þáttunum? Nei, kom ekki í þáttunum. Þeir voru ekki með neitt backstory to it, skilur. En nei, í þáttunum er þetta svolítið bara svo Shane hafi bara verið með honum. Já. Nei, hann tala hann ekki hann hafi verið með einhver öðru manni eða eitthvað, ég man það ekki. Þetta er svona fyrir svo mikið saman í eitt þegar maður horfði að lesa, maður veit ekki hvað kom fram en við vorum alveg sáttar með þetta var alveg, þetta er auðvitað svona líkast bók, skilurðu þegar það búið til svona adaptation í þáttum eða spólu mér var þetta mjög on point. Já, ég var mjög ánægð með þetta, sko. Ég var mjög ánægð með þetta. Við vorum alltaf bara, já, þetta gerist, já, þetta var að gerast, þannig að skilurðu. Og líka bara svona, þú veist, eins og hlutir eins og The Courage, eins og við öll þekkjum. Bara, ég sá það bara svona fyrir mér. Eins og það væri þáttunum. Það var eiginlega ekkert disappointment í þessu, sko. Nei, rosa lítið, sko. Já, ekki sem ég man eftir sem var eitthvað svona sláandi, skilur. Nei. Ég meira svo ekki alltaf myndi taka freknunar á honum. Já. En þú veist, það var bara svona, þetta var eiginlega smá word for word inn á milli, sko. Maður var alveg bara, hann sagði nákvæmlega þetta í bókinni. Sem var alveg mjög satisfying fyrir, þú veist, bóka fólk, sko. Já, og maður myndi halda, þú veist, ef ég spólað bara 3 ára aftur í tímana sem við vorum ekki í svona miklu bókalestri á þannig, ég hefði haldið að það hefði spólað fyrir mér að vera búin að, þú veist, hlusta á bókina og svo horfa þættina, alls ekki. Nei, það gera bara meira spennandi. Því ég er meira invested, ég er meira svona nebbyttu, jú, alveg og svo líka við tveir að horfa þetta saman og þeir eru bara að lesa bara, já, þannig er þetta bara að gera skilu, það er svo gaman. Já. Og líka bara svona, við vorum að horfa á Hásmið bara, það djóka, þetta var ekki svona. Nei, hverju bækunar, já, einmitt. Þú veist, þá var maður svona, en maður er svona meira investið, þannig að það kom mér á óvart sem svona, þú veist, einmitt, ef ég myndi að fara spóla tilbaka nokkur ári tíman, þú veist, þá, þú veist, ég var ekki manneskja sem að las Harry Potter og horfa svo á hana, skilur, þannig að I've never been there. Ég held þetta myndi smá skemma, gera það ekki. Nei, it does not, sko. Það er bara alls ekki. Það er verra að fara, þú veist, fara á fyrsta þætti og svo bók. Já, ég myndi, þá var maður búin að smá skemma fyrir þessu, eins og þetta með Summer It's Pretty. Ég var búin að horfa á þættina svo og las bókina, ég var svona,
maður sá bara svo mikið þættina fyrir sér og leikarana og þú veist, já gaman að, þú veist, ímynda sér þetta sjálfu fyrst já. Og sjá þá bara svona hvernig líka því að yfirleitt eru rithöfundunir partur af þú veist, production, skilu að þá er það svona eins að þau sjá þetta fyrir sér hvort maður sé að sjá eins fyrir sér einmitt, 100% þannig að, já það var mjög gott stöf, sko það var mjög gott stöf, ég er ótrúlega ánægð með þetta og mér fannst hérna lesandinn inn á, sem er inn á Storytel, mér fannst hann mjög góður mjög góður já, með rússneska hreiminn já, og mér fannst hann með góðan rússneska hreim já, hann var alveg þetta var skemmtilegt, þú veist, að þetta var sami lesandi veist, já, að gera tvo karaktera en það samt skila sér svo ofbóðslega vel einmitt ég las hérna á undan þessari og tók í fyrstu bókina sem er Game Changer sem er Scott Hunter sem er alveg stór karakter í þáttunum já. Og ekki einn stór í bókinni náttúrulega ekki þessari, nei þú veist til dæmis ekkert hans sögu nei. En mér varst það ekki skemmtilegt, ég vissi ekki að hann væri að fara að vera, þú veist, og hann og Kip, þeir voru svona, já, það er þeirra saga. Og hvað voru að tala um undan? What's my point? Ég veit ekki, en hérna, ég veit ekki alveg. Má ekki fara svo út fyrir það sem ég ætlaði að fara að segja. Allavega, kemur örugglega tíminn eftir. Já, sko, því þegar við vorum að fara að byrja, vorum að tala um lesandan, ég veit ekki hvað það Já. Það er hann sami lesandi í Game Changer og það er hrikalegt. Já. Að því hann gerir Kip sem er kærastan Scott með bara hræðilegasta hreim í heimi. Hann hljóma bara eins og hann sé bara nautheimskur. Æi. Mér langar eiginlega bara að lifa að heyra þetta eftir, sko. Þetta er eiginlega bara svona, og ég var svo thrown off by þetta, því ég var svona, að því hann er, já, þetta var bara svona hreimina svo bara svona, skilur við. Já, bara svona, það er sko best. Það er bara guffi grín, skilur við. Já, bara hvað er að gerast? Sko, lesandi getur skemmt bók. Já, að því hann er með engan hreim í þáttunum til dæmis. Nei, næst ekki sammála mér. Hver lesin á bókina er sko jafn mikilvægt að kasta í hlutverk. Þetta er það, já, 100%. Þú veist, þetta er bara, þannig sumi lesendur skemma bara. Já, 100%. Já, bara, þú veist, og að tjekka þetta í bókudaginn og við bara, nei, þetta meika bara engan. Já, og við líka bara oft þegar við erum að fara líka svona klassiska sem er til bara mikið útgáfum, þá erum við bara að leita að lesanda sem við fílum, skilur við. Já, þú veist að því, mér finnst yfirleitt, svona fyrstu mínunar er svona, ég þarf að venjast þér. Já, stundum með maður bara fucking annoyed, svo bara venst það. Já, svo bara venst það, en sumir eru bara svona from the get-go, bara ég mun aldrei. Já. Þetta venst ekki, þetta er pirrandi. Bara, og ef þú veist með pirrandi rödd, þá bara sama hversu góðu karakterinn er skrifaður, hann er pirrandi. Svo bara mismunandi hvað öðrum finnst pirrandi, skilur við. Já, ég er bara að tala fyrir mig. Ef að mér finnst þú pirrandi, þá bara sama hversu vel karakterinn er skrifaður, þá bara finnst mér eiginlega karakterinn pirrandi. Já, það er alveg smá pirrandi, sko. Það er svolítið pirrandi. Hvað er mér pirrandi í því? Já, nei, það er alveg þannig. Nei, við sko sérst googlum, hérna bara svona tjekkum, bara ok, þarft að vera búin að lesa Game Changer til þess að skilja Heated. Já, þetta er náttúrulega sería basically. Já, þú veist, og við googlum það svona eiginlega bara út frá ef þú verður að fara að lesa hana, ekki horfa. Þú veist, auðvitað getur að horta á þess að þætti á þess að einhvern tímann lesa þessa bækur, þú veist, það skilur öllu sínu, 100%. En þú veist, samkvæmt okkar research, þá þurfti ekkert að vera búin að lesa Game Changers til þess að lesa þessa og ég er alveg sammála því. Það þarf ekki neitt. Það þarf alls ekki neitt. En svo var alveg smá Game Changer bara kapli að þáttur. Alveg einn og hálfur, basically, sko. Já. Þá tvo. Já, sem var alveg cute. En hann kemur náttúrulega aðeins fram og það er svona stór partur í náttúrulega af hverju þeir eru bara svona I'm coming to the cottage, skilur við. Og þá kannski fannst þeim mikilvægt að útskýra þeirra skilur sögu fyrst. Bara sjúklega mikilvægt. Ég veit ekki hvernig þeir komist að þessu niðurstöðu án þess að hafa þetta með inni. Bara svona what, skilur við. Það hefði ekki verið svona eins dýp. Já, og líka bara þetta moment. Þú veist, að því að þú sagði mér frá, þú sagði mér svona létt frá við á Game Changer erum þennan og þennan og svo kissa hann og þú veist, og kom það nú. Þú veist, bara að segja mér bara svona löflétt, bara Game Changer erum þetta. Og bara, ok, þú veist, og svo þannig að við byrjum að horfa, þá er ég svona, býtu, þetta er þessi þarna, já, þetta er þarna, já. Þannig að, þú veist, þetta er líka bara þetta moment er svo ógeðslega svona, já, þetta gerir svo mikið. Já, nefnilega. Stórt moment, sko. Ég var ánægð með að það kom inn í, sko. Ég hafði ekki hugmynd, við vorum að horfa, ég bara, er heill þáttur þá, og hvað það er cute. Og það var líka bara nákvæmlega eins og ég sá fyrir mér, bara, þú veist, í New York og eitthvað þannig, bara svona, all the aesthetics. Mér finnst það líka, þú veist, það var svona the aesthetics var svo on point fyrir þetta, við sáum þetta ekki alveg svona dimmt fyrir okkur en ég veit ekki alveg hvort að það sé sjónvarpinu að kenna sem vorum að horfa á, skilur Já, einmitt, þú veist, við sáum já, það er alveg rétt, sko en þú veist, eins og bara svona umhverfið og allt það, bara spot on, sko Já, sammála
gaman líka, ég elska svona þegar það er svona mikil wealth, skilur Það er svo skemmtilegt. En þá maður bara, oh my god, þessi íbúð. Já, Vá, þú veist, þetta. mér finnst það svo skemmtilegt alltaf páfa því maður er svona, vá, þetta er eitthvað svona sem ég á ekki, skilur Já. Svona, wow, ég elska svona extreme svona lýsingar, skilur Gluggarnir og the alltaf bara á geggjum pit. svítum Já. og bara svona, I love that, sko. Já, Og the cottage, maður, djöðlan flottir. Ógeðslega flottir. Já. Hann var rosalegur. Ég reyndar sá The Cottage á foreldrum hans öðruvísi. Já, ekki svona gamaldags, sko. Ég sá hann meira gamaldags Aha. fyrir mér. Já, ég sá hann ekki, mér fannst það svona aðeins og nútspölur. Og mér var svona bara aðeins svo gamaldags. Já. Ég sá fyrir mér svona aðeins meiri stofu. Já, eina sem buggaði okkur var að þegar hann er að segja að hann sé gay, að það sátustu við mataborðið. Ég sá það svo fyrir mér í sófa. Í haustum voru þeir sófa, já. Bara svona, þú veist, bara móti ykkur öðru fjögur, skilur. Það var smá svona off-putting að sjá þau við mataborðið, ég veit ekki okkur. En svo var það ekki að krullu þegar við vorum að borða á eitthvað. Já, það var mjög sætt. En já, við vorum bara, nei, þið sáttu ekki enda. Nei, þeir báðum bjór. Og... Já, en það kom síðan eitthvað svona, I'm gonna get a drink. Já. En þú veist, já, við vorum alveg bara bítu. Já. En þetta var, já, þú veist, bara bókin sjálf, þú veist, þetta var mjög easy að hlusta á. Mjög easy. Sammála. Maður bara svona, ok, hvernig get ég verið bíltúr til að hlusta? Hvernig get ég... Svo gaman hlusta á það. Já, ógeðslega gaman. Ég elska líka svona þegar fyrir tilbaka bara 2007, skilur. Já. Ég elska þannig timelines. Þetta var svolítið hröð timeline Já. og eins og maður sé líka í þáttunum, þú veist, þið sjáu bara að þetta er bara skipað, bara suma, og þú veist, það er líka þannig í bókinni, þetta er svona mjög hratt. Hann stundum var í svona, já, ok, ég var alveg komin ár fram, það er ár síðan heitt, þú veist. Já. Það gerði svolítið hratt. Ég veit. En mér fannst þættirnir kannski bara því að það er visual, aðeins betri í að Útskýrði tímalínuna. Já. Þegar kemur bara 2008. Já, skilur, já, kannski og- missum maður að því eða eitthvað. og við sáum þá líka SMS-in, þú veist, það voru kannski bara 2 SMS heilt ár, þannig að þegar þeir voru eitthvað, þú veist, Já. eða þegar ára á milli, þú veist, þá kannski kom eitthvað SMS og þá sá maður þau, þannig að maður var svona, ok, þeir eru alltaf í smá kontakti. Það var svona aðeins auðveldra einhvern veginn svona að fylgja tímalínunni, fannst mér, Já. þar, sko, Já, ég í sammála. þáttunum. En já, svo vorum við líka bara gett að spyrja okkur bara svona, oh my god, þú veist, hvernig getur þú skrifa svona? Þú Einmitt. veist, að sko, hvernig veistu bara svona mikið Hockey. hockey? Já, að þú þarfst alveg að vera full on fan. En þú þarft ekki líka alveg að vera smá svona full on fan eða hafa eitthvað nálagt þér sem er samkynniður til þess að geta skrifa svona, Já, kannski Hva- er þetta inspired by someone. já, það er hvað ég meina, Já. þetta er svona, þú veist, þú þarft alveg að vita þitt hvað þú ert að segja. Já. Svo að því að þetta er heilt bara, þú veist, heilt hópur af fólki sem að, þú veist, Bara heilt samfélag. já, Já. sem stundar svona kynlíf, þú veist, og hún, Rachel Reed er kona, skilur, þannig að hún er ekki stundar svona kynlíf. En eiginlega flestar svona sögur eru skrifar á konum, sko. Já, Og margar sem að maður hefði séð ekki um tíðina allavega. einmitt. Hún kannski líka bara, með eitthvað nálægt sér. Já, bara getur ímynd sér þetta. Já, einmitt svo ég held að líka svona rítjöndur bara taka fullt af fólki í viðtölu. Já, og bara rannsaka. Já. Þú veist, hún hefur bara hort á kannski eða hlust á aðra svona Já. bækur, skrifað af einhverjum eða Or research. 100%. En Rachel Reed, hún er kanadísk sem svona gefur okkur smá svona, ok, þú veist, Það er mikið hockeymenning. rosalega mikið. Og hún er vist aðalega að skrifa íþrótta og gay romance sögur, skáldsögur. Cute. Já, og hún er búin að vera virkur rithöfundur frá 2012 en hún er langþekktust fyrir Game þessa Changers, seríu. já. Og Heated Rivalry er svo bók sem hefur bara náð langmest athygli af hennar seríu, sko. Þannig að, já, það er svona útskýrir smá fyrir okkur hvernig hún veit alltaf um hockey. Já. Er bara að hún er kanadísk, sko. Einmitt. Já, þú veist, þetta er Bara... bara... Það er svo nýtt fyrir okkur Íslendingum, eða ekki nýtt, eða það er svona óþekkt fyrir okkur Íslendingum hockey. Það er svo lítil menning um hockey í Íslandi. Já, 100%. Bara, þetta er mjög svona, allavega ekki kringum okkur, skilur. Ég Nei. þekki bara engan í hockey, skilur. Nei, ég þekki ekki neitt, Nei. þú veist. Þannig að það er alveg rétt, þetta er bara ekki svona í kringum okkur. Sem meikar ekki sens að því að þú veist, við erum Ísland. Ég veit það, Iceland. ég veit Það það. er ekki mér hockeymenning. Og við erum líka alveg fyrir svona, þú veist, við erum alveg svona framúrskarandi íþróttafólk frá Íslandi, já, sko. Já. Þannig að það er eiginlega svolítið ótrúlegt. Ég held að bara, ef við sem að fara eitthvað allt annað en, þú veist, en whatever, skilur bara, ég held að þú veist, það sem að Íslendingar setja púður í,
það verður yfirleitt frekar stórt og mér finnst kannski bara ekki nógu mikið púður hafa verið sett í hockey. Ekki að ég veit neitt um það. Nei, bara kannski það og við erum ekki inn í, skilur, ekki okkar algoritmi. En þú veist svona fyrir mig, það er bara það sem ég sé. Við vitum ekki á því allavega. Nei, þannig að þú veist, en hún hefur talað hún Rachel, að hún hefur skrifað bækur meðal annars til þess að rannsaka svona ástasögur homma í heimi íþrótta. Já, ótrúlega áhugavert. Já, og því hún segir að það hefur svo oft verið lokað fyrir slíka sögur. Já, og bara umræðina. Þú veist, hún er bara non-existent, sérstaklega í þessum all-male, skiluru, svona dominant íþróttum. Fótboltaspili og öllu þessi, skiluru. Já, það er alveg spurning, þú veist, að sé vinsælduna þessu, skiluru, þú veist, þú veist, ef við myndum googla það, bara svona hvað er vinsælasta íþróttagrein í heiminum. Ég held að fótbolti kæmi. Já, ég held það líka. Heldur það ekki? Jú, ekki í heiminum. Í heiminum, já. Ég held það. Já, það er worldwide sport. Já. Það er í öllum heimsálum nánast. Já, einmitt. Með flestum. Já. Þannig að það er alveg spurning hvort að Rachel fari ekki að skrifa eitthvað fótboltaspilið. Já, það gæti alveg, það kemur ekki óvart, sko. Það væri skemmtilegt. Það væri mjög gott. Já. Það væri gott fyrir það samfélag líka. Já, ég held það líka. Einhverjum myndi aðeins opna á það umröðu þar, sko. Algjörlega. Og við fyrst pælduðum myndum, það væri að spila eitthvað svona EM fótboltaleik og... Eitthvað svona myndi gerast. Já, það væri geðvitt. Það væri æðislegt. Það væri störlað. Það sem var líka svo geggjað við þættina er, með leiði sem ég var að horfa á heimildaspólu. Með sumt, skilur, eins og því að Scott Hunter er hana með ræðuna, þú veist, með byggarinn hana og er að opna sig eitthvað bla 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 allt, skilur. Það er sem að líður bara sem að sé alvöru. Veistu hvað ég meina? Já. Mér líður ekki sem að sé þættir. Já, maður leiði bara, þú veist... Eins og sé bara byggt on real story events. En ég held að hafi ótrúlega mikið hjálpað, þú veist, við náttúrulega horfum á þetta kannski seinna heldur en margir aðrir, en þú veist, ég held að margir að detti nota líka bara núna. En hérna, er að þú veist, þessi náungi sem kom út úr skápnum í alvörunni, in real life, ég held að þú veist, það að hann hafi komið út í kjölfar þáttuna, hafi líka gert þættina raunverulegri. Algjörlega. Hvað skal ég meina? Þú veist, maður svona, þessi karakter Scott geti alveg verið bara þessi. Einmitt. Þú veist, maður svona, ómagað að þetta hefur núna í alvörunni gerst. Einhver hefur alvörunni komið út og er bara, herðu, þú veist, ég er bara búin að þurfa að fela með allt mitt líf og basically segja eitthvað svona, sko. Já, basically svona ræða, sko, eða þú veist, statement. Já. Þannig ég held að það er líka bara gerst gett mikið fyrir þættina. Já, algjörlega. Það er líka bara svona hvernig þetta er svona tekið upp fyrst mér. Þú veist, þetta er ekki svona típiska svona Netflix gæðadæmi, skilur. Þetta er svona smá grainy, skilur. Pælir svo mikið þannig. Mér finnst það óraunverulegt þegar þetta er bara svona 3D, skilur. Já, ég sammála þér. Bara svona, já. Það var svona vintage vibe, skilur. Svona, ég fíla það svo mikið. Það var svona, gerði svona meira real. Smá svona, ef myndi kalla svona indie. Já. Svona, já. Svona indie movie. Þú veist, ég veit ekki, Tell Me Lies. Þú veist, það er líka svona þannig stíll, skilur. Svona gamli stíllinn. Já. Svo góður stíll, sko. Já. Þess að elska ég alls sem er svona settað í 2008. Já, það er skemmtilegt, sko. Saltburn, þú veist, svona grainy, smá svona. Já, ég fíla það. Svona öðruvísir ratio, eða þú veist, já, og bara skotin, þú veist, það var allt svo, þetta var svo fallegt. Það var svona visually mjög pleasing. Svo var þetta náttúrulega, þú veist, bara ekkert eðlilega við leikið. Sturlað, sko. Hvernig eru þeir ekki in love with each other? Maybe they are. Kanski. Maybe they are, sko. Já, þeir allavega eru bestu vinir, sko, leikarans. Já. Það er svo krúllegt. Það er krúllegast í heimi. Já, og þeir eru bara með hella svona chemistry. Maður veit ekki hvað er, skilur, þetta looks not friendly. Það svo fyndið mér líka með leikarana. Þú veist, þeir eru bara andstæður in real life. Það er svo fyndið. Já. Það kemur svo óvart. Já, svo óvart. Já. Þeir eru bara að sikkur karakterinn. Já. Bara, þú veist, já, það komur ókslega mikið óvart því ég voru að sjá svona klippur úr viðtölum, sko. Bara hann Shane er ekki Shane, sko. Nei. Æ, fatti, hann er ekki alveg svona hóvær og nei, Hudson Williams er bara, hann er algjört legend. Já. Hann er, já, þú veist, að þið skoðu bara einhver svona, einhver viðtöl við hann og Connor Story heitir Elijah. Rosenov, já. Já, kannski auðvitað að segja Rosenov. Hollander, já. Já, Hollander. En já, þeir eru bara andstæðir. Bara Hudson er bara eins og Elijah frekar, skilja, Rosenov. Það er ókslega fyndið. Hann er bara algjör karakter. Og þeir eru bara á Grammys. Nei, var ekki Grammys. Golden Globes. Það er bara allir ástfangnir, skilur, af þeim. Bara sem karakterum, skilur. Líka svo gaman að sjá svona nýja leikara. Það er svo skemmtilegt. Núna líka bara er maður komið, þú veist, nýja leikara sem maður bara svona, ég mun fylgjast með þér. Hvað þú ert fyrir að gera næst, ég ætla að sjá það. Já. Það er svo gaman. Einmitt.
og Hudson Williams, hann kanadískur sem að leika Shane Holder og Connor bandaríkjamaður, hann ekki rússi eða eitthvað þannig. Nei, ég held að það kæmi mörgum á óvart. Já, sturla, rússneskan hans. Það er sem bara... Þú veist, ekki það að ég kunni rússnesku, skilurðu, Nei. en það var mjög convincing fyrir mig sem kann ekki rússnesku. Í sammála. Og ég alveg búin að heyra að, þú veist, að það talað að hreimurinn hans geggjaður og rússneskan. Já, og ekki alveg fólk sem talar rússnesku að rússunum? Ég segi það, já. En það komur óvart hvað var mikið rússneska, eða þú veist, ég held að hann væri kannski bara svona að segja nokkur orð, skilurðu, en nei, hann var bara með heilu dialogin. Oh my god, þetta símaatriði, sko. Símaatriði, sko. Oh my god. En sko, pældu í því, ok, hugsa núna bara leikarna, hvað þurft að leggja á sig, þú veist, ok, þeir eru alltaf báðið bara í rosalega góð formi, þú veist, og sérstaklega Rosanov, bara í þáttunum, þú veist, hann var bara svona þú veist, hann var svo sem líka alveg svolítið list hann í bókinni, hann var í bara rosalega formi og hann var í rosalega góðu líkamlegu formi. Er ég búin að segja þetta nógu oft, eða? Já. Það fólki bara náði. Var hann í góðu formi? Já, hann var í góðu formi. Hann verður að eiga það kallinn, sko. Já, nei, en þú veist, hann þurfti að leggja það augljóslega á sig, þú veist, hann fæðist ekki svona. Nei. En líka rússneskuna, þú veist, pældu hvað hann þurfti að leggja mikið á sig fyrir þetta hlutverk. Rosalegu leikari. Rosalegur. Hann bara eitthvað kottnungur, sko. Já, tala sko, þú veist, ef við ætlum að fara að gefa út ykkur velun, þú veist, ykkur Grammy-velun, þeir eru báðir sko frábærir. En Rosanov, þú veist, Connor. Það er rosalega framistæða. Já, út af öllu þessu sem hann þarf að læra. Já, maður bara, mjög impressive. En það er mjög impressive við hann með Reymin og með bara, hann bara andstæður karakter sjálf sig, hann gett böbli í alvörunni, gett mikið dúlla og þannig hann bara svona, fuck you, bara, alltaf skilur, bara gett mikið mean boy. En það er líka alveg helviti góð framistæða hjá honum Hudson að vera að leika svona góðan dreng sem er ógeðslega boring. Já, hann stóð sér ótrúlega vel, sko. Hann þurfti líka bara núna held ég að sína persónleika sinn, að hann er búin að kalla það boring 300 sinnum í þessu þáttum. Já. Hann var bara, þér að fara að sjá the real me. Já, sem er svo fokkin vel gert. Ég elska svona hann er búin að stimpla þannig okkur, sko, ég er ekki Shane. Já. Sem er sem dörglega ógeðslega erfitt fyrir leikara að gera. Já. Þú veist, af því að það sem að Connor hafði er, þú veist, ég tala ekki rússnesku, ég er ekki með rússneska hreim. Þú veist, hann getur strax stimplað sig út frá hlutverkinu þegar fólk heyrir hann bara in real life. En ekki Hudson, skilur, en þannig er bara, sjáðu, ég er ógeðslega óheflaður. Ekkert eðlilega. Já. Og það er alltaf verið bara, ertu ekki media trained? Ég bara, never media train him, please. Og það varstu með Teen Vogue, bara eitthvað, þá byrjaði hann bara að tala þú veist, hvernig hann myndi ríða Shane sjálfum, basically, og hann var bara eitthvað, hann Connor bara eitthvað, er þetta í lagi fyrir Teen Vogue? Já, einmitt. Og það er eitthvað fólki líka alltaf að stoppa það. Já, fólki kom til eitthvað, never media trim him. Ángríns, please ekki. Aldrei. Bara, þú veist, hann fór í, hvað heitir þetta, Glambot, og hann bara fokkaði í myndalina, þú veist. Hver ger það? Hann legend. Já. Fylgd svo mikið, sko. Ég elsku það. Það er svo gaman að fylgjast með þeim. Þeir eru bara svona, þú veist, unapologetically them, skilur við. Já, einmitt, algjör, já. Ég veit hvort það meina. Það er bara svona öll viðtalið við bara, þú veist, þetta er geggjaðir karakterar sem er að leika, en þeir tveir líka eru svo geggjaðir karakterar, leikaranir. Já. Það er svo gaman að þeir eru likeable in real life. Já. Oh my god, það gerir allt. Já, það hjálpar svo mikið. Og PR fyrir þættina og allt þannig, að því þeir eru svo likeable í því, gerir þættina ennþá betri. Þú veist, þetta er svona maður er svo spenntur að fylgjast með þeim, skilur já, spenntur að sjá það á Jessu og eitthvað. Líka núna er maður að sjá PR fyrir alls konar bíómyndir og fyrir, þú veist, maður sjá allt PR í kringum Wicked og allt, þú veist, PR í kringum Marty Supreme og allar þessi bíómyndir sem eru að koma út og allar þessi þætti. Sumt PR fyrir bara taugarnar á manni. Maður er bara svona, oh my god, þetta er mikið, þetta er svona eitthvað svona þannig. Of Hollywood coded, bara fake PR. Þetta er of set upp, þetta er of skipulagt eitthvað, herðu, leiðumst hér, þú veist, eitthvað svona. En þeir, bara að því þeir eru bara þeir, þá er þetta bara svona, oh my god, ég verð að sjá hvað þeir voru að gera saman. Þeir eru bara a breath of fresh air, sko. Svo mikið. Já. En var það ekki líka þannig að þessi þættir áttu ekkert að vera fyrir eitthvað voða stórt production? Já, ég sá ekki, ég veit ekki hvort þetta er AI. Ég skilji, ok, já. Það var eitthvað, þetta var bara gert með einhver 2 myndavölum, bla bla bla, en ég veit ekki alveg hvort þessi er rétt. Nei, ég skilji, já. Þetta var bara gert fyrir einhver lítinn hóp, en I'm not sure, sko. Einhverja litla streymisveitu í Kanada eða eitthvað þannig, já. I'm not sure hvort það sé eitthvað rétt. Nei, já. Með allavega. Það er samt alveg oft þannig, sem að, þú veist, bækur, þú veist,
eru teknar og gerðar, þú veist, fyrir kannski bara svona minni streymisveitur og þannig og svo hefur það alveg gesta HBO eða aðrir hafa bara komið og keypt efnið. Ég veit. Líka bara það, þú veist, það meikar alveg sens á með hvað, þú veist, production gott, þú veist hvað ég meina? Já. Að sé svona búið til af einhverjum svona svona minni listahóp, skilur. Já, ekki svona fjöldaframleitt. Ekki bara Netflix, skilur, sem eyðileggur flest. Já, nákvæmlega. Skilur. Einmitt. Allavega, þú veist, svo líka sem ég sá sem ég tók ekki eftir í þáttunum var hvernig, þú veist, það er svona þetta production, það var svona hvernig það gerist í real life og hvernig svo Shane sá það í minningunum sinni. Já, ég sá þetta. Það var alltaf cute. Já. Það var svona komið eitthvað flashback og þá allt bara svona hvernig hann sá þetta var allt öðru í sig. Já. Það var hann sá allt svona miklu meira lovey-dovey meðan in real life í fyrstu tökunum hann hafði greinlega 2 tökur af þetta, skilur. Hverju, já. Og þú veist, hann svona horfður hann með meira lust fyrsta skipti í sturtunni en eins og Shane sér það þá var hann meira svona love, skilur. Já, þegar hann að hugsa tilbaka þetta moment. Já. Það svo pældi í fólki sem klokkar svona hluti. Já, vá. Sáðu bara TikTok og ég var bara, vá, vel spottað. Svo vel spottað, sko. Fólk líka bara horfir á þetta aftur og bara analysa allt. Þú veist, nei, líka bara storytell, sko. Þú veist að því það er svo gaman að skoða reviewsin þess að fólk skilur eftir. Það er bara eitt bara búin að hlusta á þessa 3 sinnum og hlusta svo einu sinni viðbót. Fannst þú svo góð, langt besta bókin. Já, þú veist, en fólk, þú veist, fólk það invested. Já, ég svo samanlega, þú veist, bara sumir bara fá ekki nóg af svona karakterum, skilur, að geta þetta, sko. Já. Þetta er svona par sem að mun festast í hausnum á manni, skilur. Já. Mér fannst líka næs, eins og, þú veist, næs. Mér fannst líka fallegt eins og við vorum að tala gerð þegar við vorum að horfa á þetta. Að þú veist, leið og þeir voru orðnir ástfagnir, þá voru til dæmis kynlífsýrurnar allt öðruvísi. Já. Þú veist, þá bara svona fengum við að sjá meiri kannski kossa heldur en hitt. Eða þú veist, maður sá svona, þú veist, hvað þeir gerðu þóttu kannski gera nákvæmlega sama hlutin breyttist samt hvað við viewer sáum leið og þeim liði á hverju sinni. Fyrst var þetta bara we're 2 meats, skilur. Ertu hann kjöt? Já, bara kjötstykki, við 2 kjötstykki hérna. Já, ég veit, þetta var bara svona bara fuckfest, basically. Já, basically. Og svo var þetta svona making love. Já. Fallegt, já. Það make a sense, skilur, þú veist, kynlíf breytist eftir hvort þú sért ástfangin eða ekki. 100%, þú veist, en þú veist að taka það upp, þá eru kannski kunst að sína munin. Já, en svo sjáum við bara, það er meira að segja í memoryinu hans, skilur, þú veist, þetta er, já, það er fallegt. Það var mjög fallegt, sko. Og líka bara, þú veist, já, eins og maður var að ímynda sér, þú veist, þegar maður var að hlusta bara, hvernig hockey, þú veist, að því eins og segja, þetta er það góð bók að ég sá allt fyrir mér þótt ég sé, eins og búin að segja ekkert inn í heim hockey sinns eða neitt, þú veist ættum ekki að veit hvernig búningsklefar já, já, búningsklefin er þetta skemmtilegir hockey finnst mér já, þetta er flottir já, það sko ég veit hvort það séu þannig í öðrum íþróttum samtönd kerski, við náttúrulega erum ekki nefnum búningsklefum en þú veist, þetta er skemmtilegt að sjá þessa já, en maður alveg sé svona í einhverjum svona bandarísku spólum, skilur, það er svona lockers í fótbolta, svona meira svona lockers en þetta er svona duk, skilur já, svona innskot já, ég veit að alveg þannig líka já, það ekki, já, jú, körfubolta líka kannski er þetta bara svona kannski, þetta var flott þarna já, það var mjög flott við kunum að meta þetta í heated rivalry allt svo flott en það var áhugavert að sjá hvað season 2 og hvað bók 2 kemur með já. Ætli bókin sjálf sér komin út eða? Einmitt, og kom bara setna inn á story Unrivaled góð spurning af því ég var mjög mikið til í að sjá og neða lesa hana sko maður vill alveg vita meira já, ég er invested jú, hún er komin hún er bara, nei expected on September 29th ok, þá kemur hún bara réttum tíma í Storytel já, einmitt wow. Spennó. Ok, þannig að veitu hvað við erum að gera í september. Ætlum sé bara að skrifa hana því hún er bara fokkandi vinsælt. Já, bara að byrja að skrifa eftir að vinsældin að byrja bókinni eða eitthvað. Það getur bara mjög vel verið. Já, af því það er engin annars með, þú veist, aðra sögu. Einmitt. Alveg brýtur hjarta ef hún lætur annað hvað þeir að gera eitthvað. Dónalegt. Já. Eitthvað rude. Já. Ég myndi ekki vilja það. Það er sem ég elskaði líka við þessa sögu. Það var, þú veist, það var auðvitað svona ups and downs í sambandinu, en það var aldrei neitt ljótt. Sko ég meina? Nei, einmitt. Þetta var bara svona, þetta var ógeðslega leiðilegt náttúrulega bara allt, þú veist, það gátu bara ekki, en það var aldrei eitthvað svona
það var svo mikið skilningur, já, þeir voru líka bara, eða svo Shane, skilur, þú veist, hann var góð bara svona, ok, nú bara, ég að fara, bara this is going to hurt me, já. Ég bara farin. Já, það var náttúrulega ljótt, skilur, en nei, samt að því hann var mér fannst það fallegt, já, út af því að þá gat hann ekki, bauð hann ekki upp á það að geta orðið eins hört, fyrst hvað ég meina? Bara þess að maður getur ekki sett sig í þessa stöðu að þú ert upplegað ykkur tilfinningar sem að þú veist, þú getur ekki talað skiluru. Einmitt. Þannig að það er, já, fair reaction bara að hlaupa út, en náttúrulega leiðilegt fyrir hann að skilja hann eftir, skilja hann. Já, auðvitað það leiðilegt, en miklu leiðilegur hann verður bara, ég er hann ástfangin og svo sefur hann hjá svellinu, skiluru. Einmitt. Þess það er miklu meira ái, en þannig bara, ok, ég ætla bara að steppa í burtu frá þessu. Og líka bara því að hann vissi í rauninni að hann gæti aldrei, veist, neitt orðið úr þessu, skilju. Svo fundið sína leiðir, sko. En já, bókin alltaf klálega með það sem bókin hefur frammi við þættina. Dýft bara. Dýft og líka bara betri endir. Betri endir, já. Mikið betri endir. Maður fær svona smá svona closure. Þannig að enda bara okkur bílrúnd þættirnir. Þannig að maður svona, en eins og mómentið þegar Rosanov opnar sig á svona press conference mömmu sína, þú veist, það var alveg hjúts í bókinni. Þú veist, það var svona. Það var líður eins og næsta sería myndi það byrja þannig. Það lítur að vera. Já, það er svona góð byrjun. Já. Og svo veit ég ekkert hvað er að fara að gerast náttúrulega. Nei, ekki hugmynd. Ég get ekki svona spáði. Nei. Allavega að fara saman lið, skiljust. Það er svona við getum gefið okkur það. Já, svona sérska, já. Allavega sama, þú veist, báður í Kanada. Já. En hvað verður svona the plot, skiljur? Einmitt, þess að verður ég bara vona að verður ekki eitthvað ljótt. Já, má ekki. Nei. Má ekki. Ekki fyrir Romeo og Juliet. Nei. The better version of Romeo and Juliet. Já, gríns, okkar version. Við spurðum líka Tebas Besties, hvað ykkur finnst? Ég er svo spennt að heyra, sko. Ég líka. Það er ekki allir búnir að færri en ég hélt. Það er svona ótrúlega mörg votes. En það eru bara 38% búin að horfa á þættina. Ég held að vera meira. Já. En samt alveg mörg votes, þannig að þú veist, þetta er alveg mikið af fólki samt sem áður. En já, hvernig fannst ykkur í bókinni að þættinir? Okkur langar bara að vita hvað ykkur fannst. Ok. Elska. Þeir eru my Shaylas ángríns. Get ekki hægt að hugsa þættina, ekki smágóðir, fer að fara að byrja á bókinni bara. Já, í alvörinu, þú vilt meira af þeim líka. Já. Þú færð miklu meira. Miklu meira og miklu meira, þú veist, já, þú færð miklu meira. Já, meira details. Miklu meira. Já. Hérna sér ykkur heldtekin. Þættinir eru crazy. Vonandi er þetta að segja það á góðan hátt. Já. Þessi þættir eru geggjar, 10-10. Já, þú veist, ég sammála. Bara vinkonum mér spurði í gerð, bara reytið þetta en ég bara 10. Já, 100%. Þetta er allt sem ég vil. Bara algjörlega. Sögutráin geggjar, bara, og það skilur sér fyrir bókinni, flott upptekin, skilur, þetta er bara, já. Deserves the hype. Allt geggjað, we love gay boys. Svona 5. og 7. þættir voru svo fallegir, var low-key crying, sammála. Vá, já. Við vorum alveg með tárin í augunum, sko. Nei, sko, bara þátturinn þegar að, þú veist, þeir eru að texta á og Scott er að kissa Kip on the ice. Já. Þetta er, og þeir bara og hann bara, I'm coming to the cottage. Já, þú veist, maður bara, hann skrænja. Andjóks, við vorum svo mjög oft bara með tárin í augunum, já, mjög, sko. Mjög oft. Og líka bara, sorry, eitt besti karakterinn í öllum sem þáttum var pappans Kip. Já, hann grínst sem mest að dúlla lífsmins. Var hann svona sætur í Game Changer bókinni? Já, þú veist, ég gæti að lesa hann bara fyrir hann, sko. Já, hann grínst. Þetta var eitt besti. En ég mæli líka með henni, sko. Já, hún er að leiði. Nefn að fyrir utan lesaðar sem lesa fyrir Kip. Já, en þú veist, í alvegni, þetta er eitt besti karakter sem ég sé bara, ég hef aldrei séð svona loving father, og það er ekki tala bara því að hann á samkynnaðan son, bara yfir höfuð. Bráki, hann var svo, hann var uppáhaldskarakter minn. Dásamlegur. Elskar hann. Já, ég líka. Hérna segir einhver, þættinni skemmtilíf mitt. Já, bara skil það. Já. Af því að þetta er bara, maður var heldtekin að þessu. Já. Besta sem ég sé, þið verðið að tala um það í potinu. Tölum það í bókapotinu. Já. Love it, en smá mikið spicy á köflum, en falleg saga og góða boðskapur. Ég er smá sammála. Þú ert náttúrulega ekki mikið fyrir smettið, sko. Nei, en þú veist, í stundum var ég svona, mér langar að heyra eitthvað meira að tala saman. Þú veist, í bókinni, sko. Þú veist, stundum var ég svona, ok, þú veist, það kemur bara sumarið, svo kemur annars sumar. Ertu búin að sjá tattúin þeirra? Þeir eru með matching tattoo. Ég er sex cells. Já, literally, that's the point. Já, nei, I know, en ég samt, þú veist, en ég er að tala skilu, þú veist, ég sammálaðist í bókinni sérstaklega og var í stundum svona
ok, það var bara eitt kynlífsáttur og svo bara leið bara á, svo, já, ok, aftur að ríða, ok, þú veist, og svona mér langaði, þú veist, einmitt að sjá meira SMS-un á milli eða eitthvað Já, algjörlega. Bara smá sammála. En þetta var svona þeirra samband var basically að ríða Já, til að byrja með. en ég elska þetta líka, sko, en ég er sammála þetta smá mikið spæsi á köflum. Gott að sjá the sex scenes, hvað mikil virðing að spurja hvort allt var í lagi. Já, mér finnst það svo fallegt. Sammála. Svo fallegt masculinity. Já. Ég kann ekki að segja orð. Og það eru mörg orð sem við kunnum að pronouncea hérna. Masculinity. Var það rétt? Já. Það er mikið meira detail í bókinni, ef skil hvað ég meina, en ég segi þættinir. Ok, hún er greinlega að vóta hvori betra. Já. Bestu atriðin er fyrsta, þegar Rosanov tala rússnesku í síman, já. Já. Númer 2, þegar sjá Scott í TV koma út að hringja. Já, þegar hann kissir hann á vellinum, já. Og 3, þegar pappi Hollander lappar inn á það og hvað Rosanov var slakur og opinn fyrir að segja þeim. Það var svo fallegt. Já. Það var svo fallegt. Það var ekki dúlla líka bara, ég var bara að leita hlæstækinu mínu, bara, ég var ekki að reyna að trufla, í staðin fyrir það, þú veist, margir foreldrar sem við myndum bara fara í einhverja vörn, skiluru, og bara, þetta var svo krútlegt. Ég sé bara, eins og við segjum áðan, þetta var bara, þú veist, aukakarakterinn eru svo góðir, þau bara, þú veist, það er svo mikið kennsla. Já. Bara, ég var búin að bara foreldrar horfa á þetta, skiluru. Oh my god, ég líka. Ég foreldrar, ég horfa á þetta. Já, vel gert. Takk. P.S. láta alla fótboltagæjana í felum hjá Binna Glee, watch and learn, man up and be who they are. Kemst ekki yfir Bara nothing said, bara Já, þú veist, you said it. Já, algjörlega. Kemst ekki yfir þá, gah. Og aðtrið var skemmtist hann líka geggjað, já, wow. Það var svo real. Það var svo real, en eina sem vantaði þar, þetta sem bókin gefur ykkur, er að, þú veist, í bókinni, þá er hann bara rosa gett með svo gælu, svo hann bara, nei, ég er að fara heim með kærastanum mínum, hann er bara að horfa. Hún finnst gott að horfa. Já, hann segir það. Já, Gellan segir það, því að Rosanov er bara búin að vera að horfa þarna á Shane, segir sem hann bara, ég var að koma heim og klára þetta við Gellana, og hún er bara, nei, ég er bara enda með kærastanum mínum. Og ég man ekki eftir því. Já, og það var svo mikið svona, hann var svona, þú heyrði það svo mikið í bókinni. Já, hann var svo tense, hann ætlaði svo bara að fá okkur release, og hún er bara, nei. Bá, gott á hann. Já, það var svo gott á hann, þannig ég var svona, mér fannst það vanta, þú veist, svona smá svona, hún bara að neita honum, já. En það atriði, sko, þú veist, að því að líka bara svona, sko, það var eitthvað við bara þegar þeir voru hann inn á klúbbnum og hann sér náttúrulega vin þarna Rósu, hvað sem hann hét kærastan hans Miles, nei Rósa, já, kærastan hans hérna Hollander, hann sér vin hennar á barnum og þá er hann bara svona, er hann hérna og er svona að leita og hann er svo lengi að leita og það er svo real í staðan að vera svona spottan strax skilur hann var svo convincingly, eins og maður er á klúbbum maður er svo, hvar ertu? Þetta var svo convincing og svo bara svona, hvernig þeir horfðu okkur annan þetta var bara cinema og líka bara svona cut out í, þú veist, úr og í framtíðinu, þetta aðtriði, sko og lagið undir og svo styrstu sér hann eftir á já, rosalegt halló, sko og þetta bara út, þetta náði svo mikið tensioninu skilja já, þetta náði þín þetta náði get ekki hætt, langa bara að vera gay hockey player svo fallegt, elska og viðtölin ágrís viðtölu við þau besta sjónvarpsefni sem hefur komið lengi aldrei að liði að hlýtt í hjartanu ágríns og ég skil ekki fólk sem skipar þriðaþætti er fólk að skipa skottþættinum það er að djóka mér það? Það er galið wow, that's so rude, hann er svo góður hann er líka svo stór partur við þurfum að skila því að ef þið skipið þriðaþætti þú veist, ok, ég get svo lítið sagt, ég hlustaði ekki á hérna bókina, en þú veist, ok, en samt, ef þið skipið þriðaþætti, sérstaklega fyrir þættina, fyrir ykkur sem er bara í þáttunum, að þú veist, þá missið af tensioninu sem er þegar Scott er að leita kipp upp í. Já, og líka bara pressunni á þessu, skilur við. Já. Þannig er búin að vera miklu lengur, miklu eldri en þeir, hann er búin miklu lengur að félag og allt þetta. Og bara svona, og the statement er svo miklu meira, að þú veist aðeins dýftina og af hverju, þetta er svo stórt hjá þeim tveim, að því hann var bara kipp, hann er búin að missa, þú veist, hann ætlaði bara að hætta með hann, skilur af því að hann gæti ekki verið bara eitthvað on the side og enginn mátti vita á hann Nei, það vill enginn vera lindamál Nei, so sad og líka eitt áhugavert, það er ekki áhugavert að sko Scott var búin að missa báðfóldra sína og Rosanov líka búin að missa mömmu sína það var svona eitthvað ongoing Já. Ég mást það bara áhugavert Já.
Það líka eitthvað sem segir atriði, eru ekki framhaldsbækur og önnur serja. Við vorum búin að tala það. Já. Sá sem les bókin er ekki góður, sérstaklega Game Changer. Saman þú sagðir. Já, það er bara út á hvernig hann gerir kipp. Já. En þetta heldur að þetta er sami gæði, sko. Já, en mér finnst hann góður í þessari. Já, en hann gerir geggjaðan skott, sko. Já, ok. Skottin, þú veist, það er alveg svona, þú heyrir að þetta er svona New York, bara svona gæi, skilur við. Ok. Svo er bara kipp bara, já, ég er búin að kannski tala dálítið mikið, en já, ég skil hvað þú meinar. Þetta er búið að taka yfir líf mitt. Eitt orð, perfection. Hóruð fyrsta þættina og hlustaði síðan á bókina og varði obsessed. Já. Eftir ég las bókina varði ég ennþá meira obsessed og hugsa stöðugt Já. Geðveikt, þættir, geggjaði þættir. Elska þá, ég elska hverju hráir og fallegir og sína situationship sem gengur upp. Já. Addicted, my new obsession. Hef bara séð þættina og vá, chemistry á milli er next level sexy og hrúllegt. Bara read the book. Alveg smá trauma frá sumum sinum, haha. Þættirnir alla daginn. Ég er obsessed. Þetta er honestly búið að vera my whole personality núna í mánuð. Gríns. Bara skila svo vel, en þú veist, fyrir ykkur sem elskuðu þættina og þeir ekki ennþá búin að hlusta á bókina inn á Storytel, bara ekki. Ekki með sko. Sérstaklega þetta er orðið obsession. Já. Þú veist, vil ég þá ekki vita þess meira? Vil ég ekki skilja þetta eins betur? Hvaðan það kemur? Við náttúrulega gátum horft á þetta með svona, þú veist, með dýftinni og við vissum, þú veist, já, við vissum meira. Ég held að það líka geggja að þið er ekki búin að hlusta á bókina, að hlusta á hana og svo fara að horfa aftur, skilur já. Og taka eftir svona hlutur sem er kannski skipað, breytt eða eitthvað þannig. Einmitt. Eitt annað sem er dettur í hug sem er, þú veist, ólíkt í bókinni og í þáttunum er að foreldrar Shane eru ekki svona, eða mammans er ekki svona obsessed á brand deals í bókinni. Nei, alltaf eitthvað Rolex eitthvað. Já. Og svo mikið af honum eitthvað að taka auðlýsingum og eitthvað þannig. Það er ekki svona mikið í bókunum, sko. Nei. En það er svona býr alveg til svona athlete karakterinn in real life. 100% og pressuna og þú veist. Hvað hann er, þú veist, mikil fyrirmynd og þetta já, það þurfti kannski að setja eitthvað smá þannig vingil svo við værum ekki bara séðum það bara. Og líka make a sense að því að þau Shane og erfiðara með þetta heldur en basically Rosanov að því að hann bara what's the big deal, skilur að segja fjölskyldunum sinni að hann alltaf bara kemur frá Rússlandi og hann bara ég veit að ég get það ekki. Já, ég sé það. En þú getur það, þess að þessi vingill hafi verið settur inn í þættina til þess að gera, þú veist, pressuna eins meiri. Já, ég held það líka. Af því að hann lýsti fullkomlega, þá var maður stundir svona í bókunum og svona, segðu það þá bara. Já. Eða það er svona fullkomin. Einmitt, já. Þú veist, þannig að meikar alveg svona smá sens að setja eitthvað svona vingill sem maður gæti, sem getur svona afvega leitt í svona, já, pressuna. Þegar þið voru hérna í Tampa á All Stars, manstu hvort að hann sagði að foreldrar væru ekki með, þannig að hann sagði eitthvað I don't want to be managed, skilur við? Já, með minnir að það hafi verið eitthvað þannig. Já, þannig að kannski, þú veist, er það sem við komum inn á þetta, skilur við? Já, grundi þetta farið í bókinni í minningunum minni. Já, ég man alltaf ekki mikið eftir því að mamma var svona óksla obsessed. Það var kannski meira bara svona his image og eitthvað þannig, ekki kannski brand deals. Það er kannski meira... Ég man ekki eftir í bókinni að tala ég fór á Wimbledon sem hún situr í sænskra prinsessu, þú veist. Nei. Eins og ég segi þáttunum. Já. Kannski var það, ég man það ekki. Nei, ég man það ekki. Það gæti alveg vel verið, sko. Já, kannski. Já. En þetta var svona, þú veist, þetta er svona góð vingill, sko. I'm not mad about it. Þetta var svona eina sem ég minnir að hafa verið, þú veist, öðruvísi. Já. Alltaf var ekki, þú veist, talað einhver merki þar alltaf sem ég man eftir, sko. Líka, sko, bara eins og með bókina, þú veist, bara til þess að selja ykkur þetta aðeins meira, er að, þú veist, það sem að, eins og þegar við sáum til dæmis bara til dæmis atriði þegar Rósuna verið að leika í sundleginu með krökkunum. Þú veist, ok, þið sáu það bara í þáttunum og Shane situr og það bara sólglir og horfir og brosir. Í bókunum veistu hvað hann er að hugsa. Það er svona munurinn á bókum yfirleitt. Já, þú veist, þannig er hann að hugsa, hann er svo góð með börn, hann langi börn, þú veist. Þannig að maður sér svo meira, þú veist, þegar hlusta á bókina fyrst, bara svona... Maður þarf svo mikið að lesa á svipum þegar maður horfir náttúrulega. En maður fær miklu meira dýft í bókum. Þannig að við mælum svo ógeðslega mikið. Já, nei, alveg. This is a must read, sko. Og þið sumir ykkar kannski tjúni inn þá bara til þess að heyra hvað tala um þættina, en þá vitið bara að þið getið fengið fyrst fría pröfuáskrift hjá Storytel með kóðanum okkar. Bara ef þið farið bara núna og kíkja á þetta, við bara mælum svo mikið með. Prófið þetta allavega. Já, bara story.tel, /tilbúið. Þú veist, þið getið verið bara hvar sem er að hlusta á þetta, skilur. Þið þurfið ekki að vera bundin við eitthvað skjá.
ég myndi svona bara mæla með, þú veist, þú segir hvar sem með heyrnartól. með heyrnartól. Ég meina, ég var alveg ekstra okkur að setja básum minn með þetta í gangi, sko. Það er lofðagt. Og bílnum mínum og ángríns. Unhinged, ég náttúrulega renti í hrikalegu, sko. Já. Ég var 3 á bílum minn. Já, það tengdist sem sagt, ég held ég var að tengja í AirPodsi mín og þau voru batterislaus, þannig ég kveikti á bílnum og hækkaði í botna, því ég var búin að hækka, ég bara, þau batterislaus, hækkaði alveg í botna símanum mínum. Bara, what? Bara, akkur þetta batterislaus, kveikja bílnum og setja í hleðslu og það bara blastast þetta inn í bílakjallanum. Já, þetta var full on kynlíf, sko. Já. Ég var með svona pinpoint á orðin. Ég var bara búin að gleyma þeim, en það voru bara mjög grúsam, eða það er ekki grúsam, bara svona detailed. Ég held að þetta var í kringum fyrsta assplayið, sko. Einmitt. Minni það, þú veist, og það er svo mikið lýsing og það var fólk í bílakjallanum mínum, Já. sko. Og ég náði ekki, ég var í það, þú veist, bíllinn minn var með svona slökk og kveikja taka. Og ég var að slökka og kveikja og það slökktaði ekki á honum, bílnum. Nei. Ég held ég aldrei, púlsinn minn fór í 1.000.000, ég var svo hrædd. Sko, allar hurðarnar á bílnum mínu voru opnar. Já, þetta er sko Það var hræðilegt. Og þú veist, getið ímyndað hvað bergmálar í svona bílakjallara. Já, þú veist, þetta er manns versta martur alltaf kynlíf, sko. þegar maður er að hlusta á svona bækur og meðal almennings, skilur bara meðal fólks og maður er með þetta í eyrunum og bara svona, ef þetta aftengist, ef þetta. Já, en þú veist, aldrei held ég myndi lendi því að myndi blasta full að því að maður hækki botn, veitir botn. Já. Og það bergmálaði svo mikið. Ég vona þetta var fyrsta rimmið. Ég held að þetta var það, sko. Og þú veist, þetta hefði verið bara einhver eðlileg, bara samtala millir eða ekki skiptir máli. Já, nei, við með góður. En þetta var akkurat svona atrið sem ég var að hækka í, bara svo, skilur. Já, mitt. Þetta var traumatizing, sko. Þannig að, þú veist, að því maður er, þú veist, at this point, ættu að vera orðnar sjóaðar í að hlusta á smött, sko. Já, vá, hvað er búin að hlusta mikið smött? Já, þú veist, ég held að ég myndi aldrei lendi í þessu. Nei. Að því ég bara, við erum hlustað svo mikið svona. Those days were over. Já, en bara út af því ég var að hækka botni í AirPodsunum mínum, þá vissi ég ekki að það myndi gerast svona í spilnum líka. En já, farið varlega þegar það er að hlusta smött. Já. Mæli ekki með. Það er bara alltaf gott að hafa það. Já. In the back of your mind. Já. Fara varlega. Fara varlega. Herra, það er komið á næstu bók. Já, næsta bók. Það er líka út frá núna spólu. Já, ég meina við verðum að taka það sem er bara að gerast og þú veist, eins mikið og Heated Rivalry er búin að vera á öllum okkar for you pagesum og allir að tala um þetta, þá er the next thing coming up og það er Wuthering Heights. Wuthering Heights. Jacob Elordi og Margot Robbie, sko. Rosaleg fucking tvenna í bíómyndinni. Svakalegt, sko. En þetta er víst a classic Já, þetta er klassísk bók. Ég veit ekkert hvað. Heathcliff og ég bara heyrum karakter hana. Allir bara, þetta er ekki minn Heathcliff, bla bla bla. Ó, þetta er minn. Alltaf. Sama hver Heathcliff er. Ég veit ekki fokkin Heathcliff er, en Jacob er hann þá var að minn. Ég nefnir bara þau tvö saman. Bara Já, ég er svo spennt að sjá þetta chemistry, að því ég held, þú veist, ok, þú veist, erum að fara í bókina fyrst, til þess að læra þessa forbidden ást. Þetta er vist líka forbidden ást. Skilst mér. Já, back in the 1800s eða 1600s eða eitthvað. Þetta er eitthvað svona Rómeó og Júlía dæmi, sko. Þannig að við erum að fara í annars og leiðis. En aðalega líka bara með út af spenningunum að sjá hvernig þau delivera þessu síðan á stóra skjánum, sko. Já, af því að það er mjög margir með opinions about this, sko. Já. Af því að það er náttúrulega klassísk bók sem við verðum bara að þekkja. Já, og við erum búin að finna hana á Storytel og við vonum að þið ætla að vera með okkur af því þá getum við líka saman bara hlusta, hort síðan á myndina og komið síðan saman og rætt þetta. Er myndin komin í bíó? Nei, hún kemur held í 14. febrúar, þetta er Valentine's. Oh my god, ok. Eða bara rétt í kringum Valentine's, Gjaldæns. Ok, guys. Og það er alveg viðlegandi gert, sagði Margot okkar. Ég skil það. Það má alveg vera svoleiðis. Já, I love it. Þannig að, ok, við ætlum að vera öll í þessu saman. Við ætlum að það er til ótrúlega margar útgáfur. Já. Þið velum bara að finna ykkar narrator, eða lesanda. Já. Hún er til á íslensku. Hún er til íslensku, já. Og eins og segja, þú veist, það er líka þetta að lesa hana inn á Storytel. Hún er með e-bookana. Já, sem er rosa næs. Þú veist, ef þið viljið það, en þú veist, sagan er alltaf eins skrifuð og alltaf saman bókin. Þetta er rauninni bara mismunandi hver lesana. Við ætlum að taka Wuthering Heights by Emily Bronte, sem alltaf bara samir í 200 alltaf, en við erum með lesandan Nimisha Shirohi, ég veit ekki hvað sem byrja þetta fram rétt, en þetta er svona málverksmynd, pastelitur. Já, það ekki, ég ger það, þannig að ég vil setja bara linkin að þessu í description, ef við munum það. Já, gerum það bara.
og ef þið viljið vera með sama lesanda og við erum með við svona hratt skrollum í gegn og okkur leið svona eins og þessi væri hérna auðhlustanlegust auðhlustanlegust fyrir okkur þannig að hérna, þið tjekkja því þið bara veljið hreiminn og aldurinn og lesendum ykkar einmitt og tungumáli þannig að en bara takk fyrir okkur þangað til næst bye guys, bye